Já, komið heil og sæl á þessum fallega laugardegi. Fólk jóða að ganga til kjörklefa. Heldur betur. Og ég vona allir kjósi rétt. Já. Talandi að kjósa rétt. Það hægt að kjósa rétt á fleiri vígstöðum en skilur en atkvæði. Já. Þú getur valið strúktúr. Það er orðið að velja glugga og hurðir. Rétt. Og einingós. Auðvitað með frábær vörumerki eins og Kastrup frá Danmörku. Stofnað árið 1995 með einum starfsmanni í framleiðslu á PHC-glugum. Það eru starfað 2 verksmiðjur og skrifstofur á Vestur í Jótlandi með 200 starfsmenn. Þannig að þú sér það. Já. Ef það vandar til verka, þá er þetta að gera hlutina vel. Já. Og það vita sútu upp menn manna best. Já. Nývor, sumarlína var að detta inn og ég verð að viðurkenna það. Ég vona að þið takið hérna. Ég hvet ykkur til að taka hann ekki á YouTube. Og dæmi hvað betur klæður? Af því að bæði gestur dagsins og Birkir Karl eins og $1 million í dag og maður hérna að reyna sitt besta en það eins og það að lokum þá það lengjan settu spenn í leikinn og tippa á lengjum. Hvað stuðullin að reyða lagðir? Tja, setja á Dortmund. Hver ætti stuðullin að vera real? Arnór, hvað segir þú? Ég búinn að kíkja á stuðulinn, hann var 1.70. Já, ok. Já, það nú alveg hægt að breyta 100 kall í 170. Það vel hægt. Já, og þeir eru alltaf að vinna þetta. Það held ég. En já, Birkir, hún gafst það eiginlega alltaf upp, en það er bara fínt. Gestur Chess After Dark í dag er allra besti ef ekki... Já, ég held sá besti sko. Við erum þáttarins. Það er Arnór. Jú. Arnór Sigurðsson, knattspyrnumaður sem spila fyrir Blackburn Rovers. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það, takk kærlega. Hvernig liggur á þér? Byrjum á því. Ég er frábær sko. Já. Ég bara sjaldan verið betri. Það ekki. Alveg day of fun að fara í gang. Já, við erum svona, eins og töluðum, kosningar og alls konar í gangi sko. Það var geð. Ertu búinn að kjósa? Já, ég kjósi rétt. Já, ok, segur, já. Sko, þetta í raun og veru afmælisþáttur. Þetta það. Arnór fagnar 25 ára afmæladaginn til hamingju með það. Já, takk fyrir það. Samt búinn að vera í boltanum bara í 100 ár. Í 100 ár, sko. Já, og nóg eftir, hann hafa skorað á móti Real í Champions League fyrir 17 árum. Já. Við byrjum við því hvernig var að skora á móti Real Madrid in the Champions League. Þetta fyrsta spurningi? Já, hvað bara taka hann? Það var, ég held ég sé búin að fá þessar spurningu, held ég bara meira en, allt annað, sko. Þetta stærsta mómentafellinu? Já, þetta er það. Jú, þetta er það. Ég veit ekki hvernig maður ætlar að toppa þetta, sko. Nei. Það þyrfti þá bara að vera, vinna eitthvað, skilur, eitthvað. Já. En já, þetta var ólýsanlegt, skilur, og Já. Það sé bara eina orðið, sko. Já, hann líka fór yfir þetta aðeins fyrir þættinum. Já, við tókum þetta þar, sko. Það var aðeins. Ef að fólk heyrði það. Aðeins til að hvað pota aðeins ég til að byrja með sínum hvernig þetta í dag. Við erum með sama handritaði fyrir þættinum. Það var alveg státtur. En já, við náttúrulega fórum í þessa frægu sjóferð til Manchesterborgar að hitta Arnór. Já, í byrjun árs. Og áttum þarna, ég ætla að segja, einn besta dag æðumur. Já, þetta er alltaf besti sunnudagur æðumur. Já, við getum verið saman það, sko. Þetta var helviti gott. Það var ógeðslega gaman með þess. Tókum fengum nokkra kórunur með læm í sturlar íbúð með Arnóri. Já, virkilega flott, svakalegt útsýni. Gluggar alveg... Ekki nóg ofalega fyrir minn sem ekki. Nei, það var kannski helst það. Já, það var einhverju kjallara þarna. Tókum boxið á Old Trafford. Maður hefði nú haldið að... Nei, þetta var nú ekki boxið. Nei, ok. Það var nú, ég gæti alltaf að setja þetta, sko. Það komið á það, þessi sæti. Já, tætt, sko. Ég er ennþá illt í njánum, sko. Nei, en það var gaman. Það var helviti gaman. Dinnir var góður, söngurinn enn betri. Wow. Ég vissi ekki að það væri svona mikil látónsbarki, Arnór. Nei, ég á þetta, ég er náttúrulega, afi minn er popstjarna og... Það staðan, eða? Já, ég veit ekki, Steini Dumbo, því þið líklega veit ekkert hvað það er. Nei. En Það er eftir gestur. Það þarf að skoða það, sko. En þannig, já, þetta er í ættinni, en ég hugsa ég haldi mig samt við fótboltan, sko. Já, í bili. Í bili. Sko eitt sem við verðum að taka fyrir á lengur en haldi af því að við tókum upp alltaf bara hörku þátt. Já.
það var auðvitað smá mánudagur í okkur Sérstaklega þér Eftir frábæran sunnudag Já, sko. eftir frábæran sunnudag, sérstaklega mér Við svona lærðum dálítið þar eða ég lærði allavega þig að við höfum að taka upp þátt fyrir skrall, ekki eftir skrall sko. Já, tæknistjórinn ákvað að hafa kveikt á einu mæk Samt voru 3 í settinu 3 mækar eða Viltu við getum við uppljóstraði núna sko að því að Arnór var stundum að spyrja hvernig þátturinn kem út á tímabili leit út fyrir að þátturinn yrði ekki Já, það er bara svoleiðis Það munaði bara engu sko Það hefði verið bara sorglegt Það hefði verið sorglegt að vera mættir alla leið til Manchester eins og trúða Þáttur, nei Takkum 150. þáttir og kunni ekki að stilla hún upp Það er bara ekki hægt Við lærðum að þessu Það er að taka þetta núna, fyrir skrall Ég man eftir, ég verða aðeins að hnýti í þið leifur ég held að Arnór átti að mæta klukkan 3 eða eitthvað og klukkan var 2 og ég segði, og klukkutími Arnór átti að mæta ég segi ekki að stilla búnaðan og gera allt og Arnór og leifur eitthvað Nei, förum hérna 17 kilometra á Five Guys Ég bara, þurfi ekki að stilla græðirnar Hann eitthvað, nei, ég er alveg með þetta Svo mættum við sko eftir Arnór í þáttinn og já, þetta var Það var það láski að ég þurfti reyndar 1 Five Guys mjög til varna sko. Já, en núna er hljóðið krisp og gott Já, þið heyrið það vonandi að hérna Þetta er betur síðast Já, fjandinn hafi það Við erum náttúrulega að fara beint eftir podd á leiðina bryggjuna Brugghús Heldur betur Já, það verður stemning þar úrslitaleikurinn í Champa League Það er hiti sko Já Arnór ætlar að taka The Entourage með sér sko Já Viltu neymdropa einhverjum kóngum sem eru í þessu Entourage í þar? Þetta eru allir þessu helstu sko Þetta eru neymdrop, ég veit ekki, þetta eru 7 manns Alvöru skagamenn, alvöru fyllibittur Allir elska fótbolta þetta verður alvöru veistla sko Já, geðvikt Ætli sé ekki allir búin að setja líka á leikinn þannig að það verður passion og reiði og fáum þetta allt saman sko Hlakkatali heiti þessa konga Já, algjörlega Hvernig fer leikurinn Arnór? Ég held að Real taka þetta 3-0 Já sko, Þetta er mjög ósexy úrslitaleikur ef við kennum það bara þetta er að smá sko Já, það er alveg hægt að segja það En, já Real, er þetta bara eitthvað Champa League skrimsli eða er þetta lið svona ógeðslega gott bara yfir að Bæði held ég Ég held bæði Þú veist þetta þeir eru með uppskriftina upp á 10,5 sko Og ágætist þjálfara líka Ágætist leikmenn líka Já Bryggjan Brugghús langbesti staður landsins til þess að njóta lífsins Arnór ætlar að gefa einan áraðinir í kvöld Já Líklega tökum við lægið síðan Eftir leik, eða hálfleik Halftansjó Og Arnór og Birkir ætlar að taka lægið Það er þetta þegar staðurinn er að loka sko, þá fáið þið að koma upp á svið Já, það er að vera að skúra En hérna tímabilinu sem að lauk á dögunum það tók nú snarpan enda fyrir þig full snarpan það kom kannski einhverjum óvart að þú hefði verið í landslishópnu núna í júní svekkjandi, pirrandi og líka kannski aðalega því náttúrulega ég mista af Úkraínuleiknum sem að var hvaða stærsti leikur sem að við höfum spilað langur tíma á landslið en já, þú veist þetta er partur af þessu meðisli þannig að þú veist, þetta tók smá tíma í vikina það var erfiðar 1-2 vikar eftir þetta að þú veist, einhvern veginn setja sig við þetta en þú veist, ég er honum góður núna búin að það er komna 10-11 vikur síðan þannig að ég er búin að vera bara með þú veist, sjúkrarálum fyrst í Blackburn og síðan hérna heima þess að æfa með IA og þannig að ég er í góðu standi og klári spennandi landsliðsverkefni sko. Og ertu búin að taka fullan þátt með IA æfingu með það? Já. Þú ert bara orðin 100% þú veist, ég náði sko að æfa með Blackburn 2-3 ára ég fór í frí sko. Það var smá tæft þú veist, ég náði ekki síðasta leiknum á móti Leicester en það var alveg tæft, ég var alveg fyrir tilbaka en gert var á fyrir sko. Já, ég ætlaði að taka tæklinguna hjá Ísraelnum aðeins setna en við getum vel tekið hann núna Jú, þarna, sko með við hvernig þetta leit út og hvernig maður spórun út af þá hélt maður að þetta væri alveg hálft árið eitthvað sko. Og þú er líklega haldið það líka eitthvað Já, í rauninni sko og líka bara hvernig, þú veist þú veist, ég reaktaði daginn eftir, þú veist, ég gat ekki stíið í löppina, sko, þú veist, og þetta var bara stokkbólgið og þannig að það sem kom út var í rauninni alveg positív, sko, þó að það hefði verið season ending, en það að ég hefði ekki brotið neitt og ekki alveg slitið neitt, þú veist, það voru 3 liðbönd sem kom rifa í, 3 ólík liðbönd í öklanum,
en það var ekkert sem fór í sundur eða þannig að, þú veist, stálheppin sko. Já, geðvegt, þetta hefði getað farið munverð sko. Já. Líka leikurinn var bara búinn annað ekki? Jú, þetta var 2-1 og þetta var líka svona, þetta eitthvað svona situation, skilur hvað, það var eitthvað hot og boltinn droppar eitthvað eftir hotspinni, þú veist, og við erum á mínum allarhelming sko. Já, þetta var galið Þegar þetta manns lifibrauð og vinna manns, fíkur ekkert í mann þegar einhver tekur svona á mann eða? Jú, að sjálfsögðu, það annað kannski að það eru, þú veist, vöðvameisli eða þú tóknar í læri eða nára eða whatever, en þú veist, þarna bara einhver gæi sem að hann ætlaði bara með þig, hann var bara pirraður. Já. Og ég bara fórnalam þess, skilur, þú veist, þetta er pirrandi en, þú veist, maður veit alveg að þetta er part of it og það bara taka þetta kassan, sko. Einmitt, sko. Það hefði verið skárra, þetta hefði verið, þú veist, Van Dijk eða eitthvað sem gerði þetta eitthvað, en þetta var bara eitthvað fucking random Ísraeli, sko, að reyna að eyðileggja fyrir Arnóri mínu, sko. Fauk í mig þegar ég sá þetta gerast. En já, hversu erfitt var að þá í kjölfarið að fá ekki að taka þátt í Úkraínuleiknum fyrir að horfa á hann? Ég held að það hefur verið erfiðast við þessi meiðsli sko. Að því ég fattaði strax og þú veist, með náttúrulega frábært læknatím í landsliðinu og þeir sáu strax, þú veist, þetta eru 6 minimum sko, vikur. Þannig að þá hugsaði ég strax, þú veist, ok, það eru 6 vikur eftir tímabil, þannig að þú veist, ég er líklega ekki að fara að vera meira með Blackburn. En mest svekkjandi var þessi Úkraínuleikur sko. Að þurfa einhvern veginn að horfa á það og ekki geta haft áhrif sko. Þú veist, ég var eins og hálfviti standandi heima hjá mér, þú veist, bara í sófanum skilur og líka ennþá verða, þú hefði náð EM sko, líklega. Ég hefði náð EM, já. Djöfullinn. Ég held þetta væri miklu lengur meðslum, bara frábært hans komin aftur á lappir sko. Já, algjörlega. Sko, áttu við skilja að komast á EM? Nei, að því við töfum leiknum, skilur, en við vorum svo einhvern veginn grátlega nálægt þessu, þú veist, og að því við vissum að við vorum bara farin í 2 úrslitaleiki og við gerum svo vel að klára Ísraelina og komum einhvern veginn í góðri stöðu í hálfleik á móti Úkraínu, þannig að við hefðum átt að gera betur, þú veist, simple as that, þannig að áttu við að skilja, nei, að því við klúðurum við þá vægum við ekki skilið, en já, við vorum svo ógeðslega nálægt því að það var svo svekkjandi, sko, ég fór nánast að grenja, sko. Já. Þetta var smá svona déjà vu frá leiknum mútið Ungverjalandi. Þetta var við svona brotniðum í lókin. Það var samt verra sko. Já, það var skelvilegt. Það er held ég bara eitthvað versta moment fyrir sín sko. Já. Og Ungverjalands. Það var skelvilegt sko. Skoruðu 2 á einhverju 3 mínútum með. Þannig að það var, þannig fóru sjó fyrir þá. Já, mér er samt að því við erum að tala Ungverjaleiki núna sko, mér finnst við búin að finna identity okkar aftur sko. Bara í þessum leikjum var maður bara fyrst aftur komið bara, heyrðu, yes maður, hann er Ísland komið aftur. Já. Sko, Aga Haræti, búin að skrifa undir nýjan samning. Kongurinn. Opnaðu eina Mason Westman? Nei, þetta var bara sótað. 0,0. Nei, ég segi þegar þú fékkst fréttirnar af nýju samningi hjá Haræti. Já. Ég kann mjög vel við hann og hafa unnið með hann núna hvað í að verða ár. Já. Topp maður með því líka reynslu, veit alveg hvað hann er að gera og en ég held að líka fólk hafa svolítið séð að í þessum Ísraelsleika þá leyfði hann okkur að vera við, þú veist, að því við erum með það góða fótboltamenn fram á við sem að, þú veist, geta verið að skapa og eru svolítið svona smá í frjálsu hlutverki að við fáum að gera það, að því landsliðið áður var alveg bara strikt 4-4-2 og þú bara hljópst þarna þegar þetta gerist og nú er þetta aðeins meira svona frjálsa að fótboltinn hefur breyst. Þannig að það er ekki spurning að hann er að gera mjög vel með þá leikmenn sem hann er með og bara spennandi tímar, þú veist, mikið af flottum leikmennum koma upp. Við sem hefur verið ungir í landsliðinu komið meiri reynslu, þú veist, nú er ég búin að vera í landsliðinu í að verða 6 ár og þetta telur, maður lærir af þeim sem er að hætta og þessum sem hafa verið að koma okkur á stórmót, þannig að engin spurning að það er spennandi hluti fyrir að það framöndan sko. Líka að þú varst að tala Aga Haræti, sérðu það bara eins og hann leggur upp Ísraelsleikinn, þetta er bara gauður sem hefur gert þetta miljónsinnum áður. Já, 100%. Og þú veist, þegar hann sér líka, hann sér bara, ok, þú veist, þú ert svona leikmaður, skilur, þú veist, eins og til dæmis ég er ekki mikill kantar, þú veist, ég spila alltaf á kantinum, þú veist, ég fíla alveg að koma inn á völlin og spila, þú veist, í hólunum og þú veist, hann er bara, þú veist, hann sér það, skilur, og það er bara að gera það þá bara. Þú veist, þannig að svona kannski ég fá spyrja það hún horfður Úkraínuleikin eins og tölum við bara umhverfið hvernig það endaði eitthvað sem að svona, eftir á hyggja sem við hefum átt að gera öðru í sér þeimleik eða voru Úkraína bara betri en við? Ég held einhvern veginn hvernig við komum út í seinni þeir skora svo snemma, það var eiginlega aðalega það sko.
að einhvern veginn, þú veist fyrsta markið sem að þeir skora þá einhvern veginn fórum við eitthvað hratt innkast það var mjög klaufalegt, Gummi Tóta, sorry það var klaufalegt en auðvitað að vera veitur eftir á allt það en Úkraína drullu góðir einhvern veginn, þú veist, geta tíman meira sko, eða þú veist, að því við vorum í það lá ekkert á nei, ég mynd en auðvitað að vera veitur eftir á já, það er rétt algjörlega og minnst á þessu spennandi leikmann að koma upp Kristján Ökkur Hlynsson hvað er það efnilegu gæi? Fylgjast með honum á æfingum hann mjög flottur sko og líka bara, þú veist næs gaur sko, þú veist, humble hann alltaf, komin þú veist, hratt upp hjá Ajax sem náttúrulega reisa klúbur og búin að vera að spila þar þannig að, þú veist, eins og ég segi mjög humble gaur og fullt af hæfileikum sko, þannig að það verður gaman að sjá hvernig hann tekur næsta skref sko við erum svona með svo mikið hæfileika ríkum gaurum fram á við sko nú þér það sem okkur vantar bara já, við þurfum fleiri miðverði sko varnarleikurinn síðanbúð sjá okkur sko einhverjir ungir spennandi miðverðir? það lítið af þetta já engin sem métt eftir hug í fljótu bræði sko Sverrir Ingi efnilegur já ég held að hann geta verið góður Kári Árna góður líka þá það tilbaka bara já nei, þú veist það þetta er náttúrulega bara konum með alveg markmann já og þú veist ég vil ekki að setja hérna og setja eitthvað út á vörnina sko, þú veist, þetta er bara en þú veist, það er náttúrulega kynslóð og skiptiskilur og það hefur kannski verið minnst þarna í varnarlínunni þannig að það var áherslu að sjá já, algjörlega ekki spurning sko tímabili hjá Blackburn færum okkur yfir til Englands spilar í heildina 34 leiki á tímabilinu skor 7 mörk og 4 assist tekur auðvitað ekki þátt eftir meiðslin en hérna varstu ánægður með þitt tímabil persónulega? Þetta var mikið bara einhvern veginn upp og niður sko þetta byrjaði náttúrulega með meiðslum þegar ég sænaði og síðan kem ég mér í gang og skora hellinga markamann í byrjun og síðan einhvern veginn förum við inn í desember mánuð og þá bara töpum við öllum leikjum held ég í desember sem við tölum í janúar þá var þetta aðeins byrjað að fara já. Og síðan þjálfarinn rekinn voru nýbúin að hæla honum kannski við tökum það bara, var það eina staðan var það eina lausnin? Ég held það, já að, þú veist, það var líka bara á milli hans og stjórna, þú veist, hann náði ekki einhvern veginn saman við þá missir maður ekki bara dálítið trúna líka þegar maður er búin að tapa og þá einhvern veginn verður þá þarf maður kannski bara að gera svona breytingar já, ég held það sko, að því þú veist við vorum þetta var einhvern veginn hægt að virka það sem við vorum að gera og hann var svo harður á því að halda áfram að gera nákvæmlega það sem að það var ekki að virka, öll liðin voru búin að lesa þannig að þú veist, já, það var komin tíma á þetta og síðan alltaf kemur nýr stjóri inn og hérna, það meiri varnarleikur þar þannig ég spilaði aðeins minni í byrjun já, einmitt, hann var ekki fílaðið til að byrja með nei, einmitt, ég man að þú sendir á mig hvort þú þurftir að koma aftur til Manchester að tala við hann en síðan, þú veist síðan alltaf byrjaði ég að spila hana ég man ekki, eftir 5 leiki eitthvað var eitthvað 5 leikir á bekknum og þetta var eitthvað bara svona eitthvað hark alveg þangur til á síðasta leikdegi sko. Já, ef ég fæði að spyrja því að talar að búa að lesa ykkur getur þú svona lýst í einfallega hvað Jóndal var svona harður á að gera sem var ekki að virka við vorum bara man-marking það var bara maður og mann í vörn þannig að, og þegar maður og mann í vörn þá fyrir liðið svo hátt upp að þú veist, ég fer á hægri bakvörðin og strækirinn fer á miðvörn og þú eldir bara þinn mann hvert sem maður fer skilur, þannig að ef að strækirinn þeirra myndi hlaupin í vítatíðina þá myndi miðvörn eiga að elda já. Og liðin voru bara farin að hreyfa sig þannig að þeir bara drógu miðjumennun okkar svo hátt upp og chippuðu síðan bara yfir og þá voru varnamennir okkar bara 4-4 og þetta gerist bara trekk í trekk? Bara trekk í trekk okay. Þannig að þetta var bara þetta var hræðilegt. En heldur að þessi nýji þjálfari John Ustase hann setið á bekkina til að byrja með mögulega var hann ekki bara pakki vörn eða? Jú, hann sagði það við mig sko, þú veist, fyrstu daginn sem hann kom þá sagði hann bara, ég held, þú veist tók eitthvað í spaðan á mér að því ég náttúrulega var og endaði sem næst markaðasti leikmaður Blackburn á tímabilinu. Og var hann ekki með eitthvað 7.000 mörkaurin sem var efstur hjá? Jú, hann var með bara eitthvað held ég 7.000 og eitthvað sko. En hérna, og þá sagði hann bara að ég væri hans maður en að núna væri bara, þú veist, við þurftum bara að loka fyrir markið sko.
þannig ég, þú veist, skildi það alveg skilja en auðvitað pirrar að vera ekki að spila en þú veist allt í lagi, en það var alveg stóð að tæpa það myndi falla á tímabili já, það var bara unreal tæft sko hvað hefði Arnór sig gert þá ef þú verið að fara að spila League One næst tímabili? ég segja ekki spila þar Nei. En það var mjög tæft, þetta var lokaðum fyrir hann var eiginlega safe sko því það voru 3 lið fyrir neðan okkur já. Og ef að bara eitt af þeim hefði bara tapað sínu leik já. eða gert jafntefli þá hefði verið safe en öll liðin voru bara að vinna sinn leik já. og við á móti Leicester úti sko þannig að þetta var bara alvöru stress bara í símanum að horfa sko Veitu, hvernig fór leikur til Leicester? Unnum 2-0 Já, og við erum að taka hann þjálfur á Leicester með ekki skakka skoraði bæði mörkin já, þessi markaðist ykkur, hann hlýtur að vera að fara eitthvað já, hann fer Smodicin já, Smodic sko, já þegar þú skor 7.000 mörk í það er alveg mikið per leik sko já, hvað mögulega opnar það? Þú veist, hvað mús getur hann er hvað, hann er 29 hann er gaman já, en þú veist 100% Premier League lið að tala við hann sko já. Líka eitthvað svona, þú veist Bandaríkin, Tyrkland já. Þú veist, eitthvað svona þegar þú heyrir Premier League gælur þá, íhugar Tyrkland kannski Cash nei, þú íhugar Cassi sko þeir eru 29 ára Stephen Cash lifur já er einhverju fleiri leikmenn en það sem heldur að sé að fara eða voru með einhverja lánsmenn heldur að vera mikil breyting á liðinu frá ég held að verða alveg slatta breytingar sko það verður spennandi að sjá hvað gerist í sumar einhverjum sem voru láni ekki, ég held að við munum ekki selja mikið svo sem sko nei. Kannski eitthvað en ég hugsa ekki alveg en þér líst vel á nýja þjálfarann? Já, þú veist, skiljanlega í byrjun þá vildi hann bara múra fyrir marki sko já. En síðan alltaf fatta hann að við erum með helviti gott lið sko þannig að en mér líst vel á hann er bara flottur gæði, þetta er svona típiskur enskur þjálfari já, einmitt, sko, ég veit mikið um fótbolta en ég hef aldrei heyrt, hvaða gaur er þetta? Þetta er gaurinn sem var rekinn frá Birmingham til þess að Wayne Rooney geti tekið upp Birmingham já, kongurinn og þegar hann var rekinn voru þeir í 5. seti og þeir fjallu King Rooney þannig að það var, já okay, hann er skellilegin já. Hvernig ég sá að fyndi myndbanda Company núna á dögunum þar sem hann var gjörsamlega hrauna yfir leikmenni í klefunum bara sko öskra almennilega já. Og ég spurði Jóa á þennan tíma hvernig Company í klefa og hann sagði já, hann er alveg harður hann alveg harður já, þetta var rosalegt sko þú veist þannig að mér langar að spyrja þig, hefur þú verið með hver er sko kannski, það þarf ekki að vera slæmanátt geðbilaðasti þjálfari sem þú eru haft sko. Það er 100% þjálfari Seska það var bara það var samt svo skrítið að því að hann var einhvern veginn svo rólegur, þú veist, utanvallar sko, hann var bara svona ógíslega mikið nice guy bara svona, og síðan þegar hann kom inn á völlinu þá var hann bara tjúnaðist upp sko og ég man að það var einn hálfleikurinn, eða þú veist, þetta er bara eftirmennilegt að við vorum að spila með til Lokomotiv Moskva sem er, þú veist, derby skilur og það var 0-0 í hálfleik og við ekkert allir ferum bara í hálfleikin, þú veist, bara já, þetta er alltaf lægi skilur, þú veist, við erum útivelli og hann bara tekur trilling og þú veist hvernig þetta er inn í klefum hjá okkur, þú veist, það er helling að drikkjum og mat og þú veist, alls konar þú veist, og hann bara fyrsta lagi neglir hann í töfluna, þú veist, sem er með svona helling eitthvað svona, hvað, þú veist seglum á, splundrast alltaf bara brýtir töfluna og allir bara eitthvað er sæll, þú veist hvað er ekki bara 0-0? Já, einmitt og síðan byrjar hann bara að hrauni yfir okkur og besta viti er náttúrulega hann tala rússnesku og síðan hefur við með translator þú veist að við hliðina okkur sem er að reyða þú veist, hann talar translatorinn einhvern veginn að tala líka og eitthvað reyna að vera reyður þannig að þetta var einhvern veginn og bara segja hvað að vera ömulur hann tók alltaf menn fyrir, sko, hann bara þú veist, bara tók hann þig fyrir? Nei, ekki þessum hálfleik, sko þá bara, þú veist, þú ert búin að vera ömulur, sko, þú veist, hvað ert að gera, skilur og eitthvað svona, og síðan byrjar hann að taka upp flöskur og kasta fyrir ofan okkur alla, þú veist, Powerade flöskur og þú veist, Höddi var hann á hliðina á mér og við, þú veist, vorum allir í vatni og Powerade því það splundruðist bara, sko þannig að þetta er svona, hann bara misti sig, sko og þjálfarnir hínu voru farnir svona aðeins að stíga inn í, sko Hvernig fór seinni hálfleikurinn? Shit Það fór 0-0, sko Hann hefur verið brjálaður eftir leik líka. Þú veist, þetta var bara að því, þú veist, ég hefði skilað við að hann verið að tapa 7-0, sko Já, þetta hljómaði hann en hann einhvern veginn var ekki ánægður með hvernig við vorum og lét menn heyra og hann svona smá niðurlæði menn alltaf þegar hann
setti út á Já, ég man eins og hann sagði við mig að hérna, þú veist, hann spurði bara eitthvað, þú veist, það var alveg þögn og síðan kemur hann í klefa og hann bara Arnór, nennirðu þessu eða? já Hvað meina? Nennirðu að spila fyrir hann klúbba? Shit. Ég bara, Já Það ekki? Er ekki verið að fela þér? Þú veist, hann tók alltaf eitthvað svona, skilur þú veist, þannig að, en síðan bara leikurinn búinn og æfingdaginn eftir og þá bara það var geggjaði þjálfari, sko Já. En hvernig, þú veist, hvernig var stemningin í liðinu og hjá þér eftir þessa ræðu til dæmis? Þú veist, ég og Hödd einhvern veginn horfðum bara á hvern annan og svona smá svona brostum, sko þú veist, en þú veist, þetta keyrir mann í gang eða þú veist með góðan þjálfara sem maður kann að peppa, þú veist, á réttan hátt en þegar það eitthvað svona, það verður alltaf smá líka fyndið, sko Já. Mér langar að spyrja, þú tala company þarna, núna er mjög heitt að vera með svona project-þjálfara þú veist, við sjáum company núna, takið Bayern, þessi þjálfari sem er að taka Chelsea með Leicester, svona ungir project-þjálfarar hefur verið með, þú veist, skilur þú þetta hæpa á þessum ungu gaurum samanborið við bara gamla skólanum eins og Åke Horæti og þess að gaura? Já, ég skil það alveg að því að leikurinn er að breyta svo mikið Já. Og þú veist þú sér bara hvernig til dæmis bara City er að spila, skilur og mér finnst einhvern veginn flestir svona ungi sem er að koma svolítið, þú veist, í þeim stíl Já. Svona mikið possession, eitthvað svona sérstakt, þú veist en þú veist, hvort það virki alltaf, ég veit það ekki Nei, en 100% þú veist eins og sér company sem náttúrulega búin að vera sem ætla, já með hann sem þjálfara líka kemur með eitthvað sína hugmyndafræði jú, þú veist, leikurinn breytist og þú veist, þetta breytist líka í hvernig þjálfararnir, þetta er ekki lengur bara 4-4-2 og Einmitt. Og bara berjast sko Klart Herri, strákar, talandi company eða viljið selja, kaupa eða eitthvað sem við kemur company Já. Það var að kontakt Þetta var helviti vel gert Vá, hvað það var vel gert Hann var bara líka að hugsa því svona fyrir það var ekki bara að segja neitt í 5 mínútur Ég get ekki beðið þetta að segja þennan Kontakt eða milligöngum fjármögnum hvort sem Arnór þurfti eiginlega að vera í einhverju áskrift þarna, sko Já, hann verið fókus eitthvað spennandi fjármögnum veri Þá var það kontakt fyrirtækjar þeir eru snillingar bara senda á mig, sko Já Annað í þessu, strákar Sendi mail á Arnór eða vilja að hann kaupi fyrirtæki Arnór, getur þú handlangað einum Budweiser á kallinn Ekki málið Kæra þakkir, ég elska þennan 0,0 sko. Já, hann er betri 0,0 Ég er sammála Hann er ekki síðri allan Nei, mér finnst hann betri Og maður getur keyrt heim Ískaldur Segðu okkur nú aðeins frá Budvarnum, Birkir Já, ég er á öðrum núna Og hann er helviti góður Svo eru við þetta með Mason Westman Og heldum svakalt mót sem ég kvært allan til þess að skoða Já, útsendingin er á YouTube Við ætlum að fá Arnór til að opna mótið Hann var í bústað En það var geðveitt Helgi Ólafs til hamingju aftur Virkilega vel gert hjá hann Virkilega vel gert Látum okkur sjá Erum við ekki bara að fara í Jú, mér langar samt að spyrja einu fyrst Já, gerðu það Þinn þáttur Hvað áttu mikið eftir að samning Arnór er ekki 1 ár? 1 ár Ætlar að vera áfram í Blackburn? Það verður eiginlega bara að koma í ljós Er ekki smá skellur að hafa meðist í stæðan fyrir að þú hefði getið verið núna bara geggjaður 2-3 mánuði? Jú, 100% og það var eiginlega það sem var svona erfiðast einhvern veginn að kynkja, sko að þú veist, þetta er kallað money months þetta eru mánuðinir áður en að transferwindowin opnar, sko og 1 ár og samning er svona, þú veist, hægt að kaupa Já, en ég verð klárað áfram á Englandi hvort að verði á Blackburn eða ekstra annars þar Umbóðsmaðurinn er aftur David heitir hann, það er ensk sem getur græðið bóksa á okkur næstur Já, hann græðar hérna þannig að við getum alltaf ekki verið í svona drastsæti sem þið komið Nei, þetta var fín sæti þetta var ekki fín sæti, en stemningi fyrirleik hún var góð Ótrúlegt að Arnór ekki spila fleiri leik á tímafélina eftir 90 mínútur Þetta hafi ekki bara verið það sem að öllin var bara búin Sko, hvað erum að því að þú talar, þetta er endur áhugavert sem þú nefnir, sko Money Months, að því að Championship, hvað er þetta margir leikir í tótal? 46, eða ekki? 46 Það er náttúrulega Er það ekki ofbeldi? Er það ekki Jú, ekki gleyma líka bikarkeppnin og það er 2 bikarkeppnir, sko. Herðu, Arnór sett hann á móti Newcastle vitsmunni Já. Varstu stressaður það? Nei, ég var einhvern veginn, ég náði mjög mikið einhvern veginn bara að fara í sónið, sko. Já. Þetta var í 8, var þetta 16 lega? Það var 16 lega, sko. Já, bikaræntir. Já, og við hefðum fikið sitt í úti ef að Það er easy. Þannig að við hefðum rúllað yfir þá og síðan hefði bara verið einhvern veginn. Veistu þetta United leika tunna? Já, mitt. Þá getur hver sem er inn á En já, skemmtilegt FA Cup
En ertu eitthvað þarna, ég veit þú getur ekki gefið alltaf mikið upp hérna, en ertu eitthvað að segja við umboðsmanninn að pitcha einhver aðeir eða eitthvað skemmtilegt í búði? Já, algjörlega. Ég menna maður það líka, þú veist, að nýta að ég skora 7 mörk á mínu fyrsta tímabil á Englandi og legg upp 5, ég fekk ekki skráð eitt þannig sem maður var. Já, leiður. Verður með gögn í streit, sko. Þannig að já, að sjálfsögðu. Þú veist, auðvitað skoða maður það sem að kemur upp og liður fljót einhvern veginn náttúrulega með 1 ár eftir að samning, það líka. En heldur að Blackburn verði challenger á að fara upp á næsta tímabili? Eins og staðan í dag, nei, það held ég ekki. Sem erfitt. Hvernig fjármagna á baka klúbbin? Þetta... Já, er þetta sömu eigendur? Þetta eru Vengís, kjúklinga. Já, kongarnir. Þetta eru kongarnir. Þannig að það hellingspeningur þarna sko, en ég veit að það hefur verið eitthvað ströggl núna því að þeir, það var eitthvað tengt í að koma með peningin í England, eitthvað svoleiðis. Einmitt, já. Þannig að það var eitthvað kött. Sitt í dæmi. Já, algjörlega. Herru, ég held að sé komið að... Já, lið sem að við... Arnór Sig fekk heimaðinu. Undirbyggum fyrir þátt. Og já, Arnór, bara take it away, sko. Þetta sem straumalið 11 bestu leikmenn sem hann hefur spilað með. Já. Í bóði Vengís. Já, í bóði Vengís. Og Mason Westman. Sko, ég tók... Þetta eitthvað útskýr þetta? Já, ég hugsaði að því ég fekk svo mikið haturspóst og hótanir eftir 5 a side. Já. Margir sem að komast ekki í Hvernig var það lið, munum við það? Nei, kannski ekki. Þú varst alltaf ekki, ég veit að leiðum hann ekki að því, en 100%. Ég hugsaði að gera án Íslendinga en síðan blanda þessu bara saman, það komst 1 Íslendingur í liði. 1 Íslendingur, ok. Ok, og hvaða leik þetta spila? Ég bara með gamla 4-4-2 sko. Ok, í markinu? Í markinu Sergio Romero. Býtu, hvað spilaði með honum? Ég spilaði með honum á Ítalíu. Já. Það sem hann kom bara í frí. Hann var ekki mikið að nenna þessu sko, en þú ætla að kekja að gæi og búin að var með United og þú veist. Ég held að hann hafi verið betri en DG marki sko. Eða þú veist, mér varst hann allavega alltaf geggjað þegar hann spilaði með United sko. Þannig að, já, mjög gott sjátt. Og síðan var ég með Mario Fernandes, ég veit ekki hvort ég veit hvað hann Seska ekki? Seska, rússi, eða brasilísku rússi. Hann bara besta hægri bakur bara sem að ég var ofta að spila á hægri kantinum sko. Já. Bara spilaði með rússneska landsliðinu og háum hann 2018 þegar þeir sló Spánverja út bara, og var geggjaður. Síðan er ég með Ethan Ampadu. Já, sem er í Leeds núna. Fyrirliði Leeds. Spila með honum Ítalíu líka. Já, ok. Við vorum með rosalegt lið á Ítalíu. Já, þetta er rosa kongalið þar, Venezia. Já. Og síðan tek ég Rodrigo Becao sem er í dag að spila í Fenerbahce. Já. Spilaði með mér í Seska. Ok, já. Var með Hötta í hafsendinum þá. Já, þetta er alveg böllur, Rodrigo Becao. Já, brassi, gaman að hann. Við gátum ekki sagt stakt orð. Nei. Man að skvittlaði mér eins og heim eftir æfingu, það var klukkutími, ég vissi ekki neitt sko. En topp gæði samt. Og og síðan hugsaði ég og ég setti Kára Átnaðan inn sko. Býttu nú við, ætlar að hafa hann. Já, þetta með Ég er eiginlega með 3 hafsenda en þú veist, látum Ampadu spila bara vinstri bak, hann getur alveg græða. Já, ok, og Kári Átnaður hann. Já. Ok. Þú ert meiri Kára en Raggamar? Ég náttúrulega spilaði meira með Kára. En ég kom inn náttúrulega þegar þeir 2 voru þarna í hafsendunum og ég held líka bara, þú veist, Kári, eins og allir vita, hann var ekkert besti fótboltamaður í heimi, en bara hvernig karakter og hvernig leiðtogi og þú veist, presence, þú veist, þetta var bara svona, þú veist, þú sér það bara, skilur, sem ungu leikmaður að koma upp í landslið, svo bara þetta gaurinn sem að, hann geti sagt hvað sem hann vildi við alla og allir myndum bara hlusta á það, skilur. Já, og þjálfarinn á vellinum. Já, og spilaði, þú veist, á sínum styrkleikum einhvern veginn, þú veist, vissi alveg hvað hann var góður í og hvað ekki, sko. Þannig að hann var 1 af 2 Íslendingunum. Ég sagði að hann var 1, þannig að það eru 2. Já, ok. Síðan erum við með, Luis Nani. Já, olíumaðurinn. Olíumaður. Og nei, hvað var þetta með hangklæði? Hvað var það aftur? Er ég að bulla núna? Nei, hann þurrkaði sér aldrei. Já, hann var ekki með hangklæði. Hann var ekki með neitt hangklæði, sko. Það þvæla að þurrka sér, sko. Já, það er ómyndið. En Gilvi Sig. Já, hann er alveg góður. Hann ratar í liði. Já. Manstu eftir einhver landsleik sem spilaði með Gilva varst bara, hvaða þvæla er sem aðar? Margir sko. Já, bara allir kannski. Það var bara einhvern veginn,
þú veist, náttúrulega líka þegar hann var að spila með Everton og Swansea, skilur þú veist en þú veist, bara gæðin það bara, og æfingum, þú veist eitthvað skotæðing og hann bara klúðraði ekki færi, sko Nei, sko maður hefur ekki séð eitthvað allt og marga leiki með honum live en ég fór náttúrulega á honum Breiðablik varleik þegar Gylfi bara það var bara einn leikmaður á vellinu hann var bara að hlæja að þessari deild, sko hann er náttúrulega allt og góður að spila hérna en þetta er bara langbesti leikmaður sem við mátt, sko og langbesti landsliðsmaður, eða þú veist hvað hann hefur gert fyrir landslið, sko. Já, einmitt fyrir það síðan er ég með Adam Wharton sem er í enska landsliðsmaður núna spilaði með honum, hann var í Blackburn Palace keypti hann okkur í janúar er hann góður eða? Hann er sturla góður, sko hann er bara svona, þú veist, þetta er bara svona þú horfir á hann að gaur spila og það er eins og hann nenni ekki neitt að spila að því hann hleypur þannig, hlaupastildin er svona ófótbollalegu gaur einmitt, ófótbollalegt nafn líka og síðan er hann bara, þú veist ég vona innilega að hann verði í enska hópnum og ég hef fulla trúaði, sko, því þú veist þessi gaur að búið að orða við Bayern núna og eitthvað gott sjátt, mjög gott sjátt síðan er ég með Nikola Vlasic West Ham legend Vestam, ég veit ekki með legend en alltaf fyrir hann til Vestam leikmaður en alltaf geðveikur í Seska, eða ekki? Ógeðslega góður, sko ég man að, þú veist, hann var orðaði við alveg stærri klúbba en Vestam, sko og, þú veist, bara rugl bólkontról og náttúrulega króatíska landsliðinu á HM hann þegar þeir tóku bronsi þannig að ég held að hann sé eiginlega bara eitt besti leikmaður ef ekki besti leikmaður sem ég spila með, sko þú veist, þá svona inform, skilur, þú veist, þá Hvar er hann í dag? Í dag er hann í, Torino, Ítali Ok en þú veist, þegar hann var í Seska þá var bara, hann var unplayable, sko trúi því Ok og síðan er ég með alvöru teimið hann frammi í Solomon Rondon kongurinn og Abel Hernández Shit, sko þar sem að þeir báðir spiluðu í Seska sikkur í tímabilinu Abel byrjaði mikið meiddur en náttúrulega geggjaði fyrir með Hull og eitthvað í Prem og síðan var Rondon alltaf hann á sinn feril einmitt, var í Vestbrom heilengi, skoraði alltaf hellinga mörgum, sko leifir einhverju sem kalla á þig sem hefur þessu lið, ég er með einn í huga Hvað er þetta með? Ég er með Albert Guðmunds ég hugsa, þú veist við erum alltaf mikið spila bara en samt ekki það mikið spilað saman þú veist, í landsliðinu, þú veist, aðeins þannig í byrjun og síðan náttúrulega núna nýlega og en þú veist, það er ekki spurninga hann var fínn í þessum Íslandsleik Úkraínleiknum, ágætt mark hann sem hann skoraði var alltaf lagi, shit, hvað var flott maður einhver aðri sem var pirrandi þegar að skilja eftir þetta er alveg margir, þú veist, sérstaklega kannski í landsliðinu þú veist, þessi þú veist, skipirinn Aron Gunnars og þú veist, þetta er svona en þetta er helviti gott lið, virkilega vel gert góð heimaðuna hver þjálfar liði? Hver þjálfar liði? Besti þjálfari sem hann ég held ég verða að segja sko, þú veist, besti þjálfari að sinn taktík er örugglega Jón Dahl Tómasson, sko sem var ekki frá Blackburn af því að þú veist, hvernig hann einhvern veginn, þú veist, eins og að tala um unga þjálfari sem er að koma upp með alveg svona einhvern veginn hugmyndafræði og þú veist, það var geggjað þegar við vorum á okkur degi þá vorum við bara geggjaðir, sko þannig að ég hugsa hann sé coach en besti þjálfari sem ég hef haft, þú veist, fyrir mig persónulega var sá sem var í Norsebing, Glenn Rittersson heitir hann einmitt sem er aðstofþjálfari Norvíts í dag, hann var bara að taka við því fyrir nokkurinn dögum, sko Veitu, hann var hann ekki bara one trick pony í vörninni eða? Voru ekki maður á mann en sóknarpælingar þar voru góðar það var bara possession með Adam Wharton hann á miðinni bara að drilla þetta er hörkur lið, það verður ekki annars rætt voru leikkerfi, er þetta 4-4-2 fljótandi 4-4-2 þú var stóra hann að frammi spilaður með Eðsmára? Nei okay. Ég mista því Ég er að reyna að finna ykkur nöfn sko. Ég var mjög nálægt í samt hætti hann ekki eftir EM 16 Jú Já Ég ekki minn 18 En jú, grátlega nálægt því Maður sjá, sko, Ellingsen flaggaði fyrir nýjum forseta farið íslenska fánan og fánastangir á ellingsen.is Shit, það er enda rosa eða í Ellingsen, já, af því að margir eru búin að spyrja mig, Leifur, hvar fæ ég fánastangir? Eftir ég fæði þessar spurningu svona 5 sinum á dag Já, og það eru þetta í Ellingsen hver annar staðar og svo erum við með búlunni Já og búlan, sko Búlan er ekki á Skaganum
Nei, búlan ekki á skagan. Það glata Það er ekki mikið á skagan þó að bara sjá þetta á skagan en við þurfum að stíga upp sko. Þegar þú ert í Íslandi, býr á skaganum með? Já, núna. Og þarna já, ok, áhverð. Hver þinn uppáhalds búluborgari? Það kóngurinn eða? Sko, þú veist, ég bara vildi að ég geti verið eitthvað nettur og sagt eitthvað annað sem á matseðlinum en ég veit ekki neitt sem á matseðlinum. En þú veist, ég hef borðað það oft sko, mjög gott en ég man ekki hvað ég pantaði það. Nei, hann fór í kóngin. Þannig að kóngurinn hljómar ógeðslega vel sko. Já, hann er líka góður. Og vel við Arnór. Hver er svona uppáhalds skyndibitið? Þú ætti að leiða þér úti. Já, þegar þú ætti að leiða þér úti, hvað færið þér? Five Guys er gott sko. Já. Þannig skil alveg því félagarnir tóku 17 kilometra röldi sko. Það var svo heimskulega ákvörðun sko, ég bara ef ekki að prófa að græða fyrst það. Nei, þetta er allt undir kontról. Blessaðist. Það er ekki ágjörð af því. Ég sagði þessi, já, það eða Fyrsti hljóðfælinn sem ég fekk af þættinum okkar, það heyrðist ekki í neinum, þetta var svo slæmt sko. Ótrúlega sem hvernig þið einhvern veginn náðu þið að Já, með ekki gefa hann að sjá þetta, þetta er Jóhann Henrik sem græði þetta fyrir okkur. Jú. Og hann náði bara, hann náði búið til, hann textaði bara hann þátti, ég veit ekki hvað hann gerði sko. Nei, það sem hann gerði, hann talaði inn á hann sjálfur sko. Já, það var ekki Arnór að tala. Nei, það var ekki já, sko þessir, þú reyndar að spyrja fyrir þátt en þetta er alveg Já, ég spyrja þig off-air, já. Góð spurning, er Dortmund búin að hafa sambandið þig og spyrja hvernig maður smyr hann upp í Hvernig maður skora á mútið Real Madrid Hvernig uppskriftin er í Champions League, já. Já, heyrði í mér sko. Ok. Nei, þú veist þetta geggjaður leikur í kvöld og þú veist, ég held að ég náttúrulega aldrei tapa á mútið Real Madrid sko. Nei, þú ert minnaði því. Ég er með 2 leiki, 2 sigra. Það er rosalegt. Ótrúlega er það ekki sóti sko. Já, það er alveg ótrúlega. Já. Það er alveg næs. Það er verið næs. Galactico, Arnór Galactico. Vegu þenni. Já, verður flottur í hvítu. Ég held að það verður flottur í öllu. En sko, aðeins aftur í framtíðinu, þú ert eitt ára samning. Þegar nýtt ár gengur í garð 2005, þá ertu alltaf komin í þess að Bosman reglu. Þannig að Blackburn hljóta að vita því, er þeir eitthvað að byrja að tala nýja samningu eða það? Ekki ennþá, nei. Ég held að við verðum bara svolítið að sjá hvernig sumari verður og eftir gluggan í sumar ef ég verða fram hjá Blackburn þá faraði líklega í það sko. Viltu ekki líka bara dálítið sjá hvað Blackburn ætlar að gera? Þú veist, ætlaði bara að vera í fallbaráttunni í Championship eða ætlaði að reyna að pusha? Jú, algjörlega. Þú veist, maður veit auðvitað heyra, þú veist, ég er núna 25, 26 á næsta ári, þú veist, það styttist ég að ég sé að koma í þessi svokallu prime ár, þú veist, þá vil maður vera á besta staðnum sem mögulegt er. Þannig að það er engin spurning að maður vil heyra hvað planið er. Já, klart. Ef fyrir mig er sko helstu áskoranir hvaða tími tók sko, það er væntanlega Venezia eða hvað sem að tók, mest af því andlega. Mér varst besta sagan hans þegar hann talaði með sorry ég sé að leggja orð í munn en þegar þú hendir henni í treyjan í ruslið. Já, það er alltaf rosaleg saga sko. Já, hún er eins og besta. Já, það var erfitt eftir það. Ég verði eiginlega að taka fyrir þáttur sko. Já, ég hveti ykkur til að gera það sko, þó að ég hafi aðeins fokkað í hljóðinu þá er þátturinn sjálfur helviti góður og Arnór var á Innis Game þó að þú veist það ekki. Nei, hann var á Innis Game. Já. Þegar út on your game hvað erstu bestur á vellinum? Best geimdur? Nákvæmlega. Ég held að það sé svolítið svona frí ról annarkvort út í vinstra megin eða í hólinni. Það sem ég fæ svolítið einhvern veginn að finna svæðið mig sjálfur. Já, og litur þá inn á miðuna út í vinstra megin eða? Já. En þegar þú ert í hólinni? Hvar? Þú veist þá, já, einhvern veginn á milli miðja og varnar. Já. Skemmtileg stað að spila sko, í 10. Já. Veistu hvað þjálfari Blackburn vill sjá þig á næsta tímabili? Eða sérst, í hvað stöðu? Ég var náttúrulega mikið út í vinstra megin. Eftir að hann tók við þá eða? Já. Og allt sísonu bara. Já. En ef við seljum Smódits, hann var náttúrulega mikið að spila einhvern veginn á bakvið. Já. Og sem strækir í rauninu bara. Þá geti það líka verið staða sko. Já. Værirðu til að vera strækir eða? Nei, ekki Championship sko. Nei. Það er bara 2:30 hafsendar. Já. Bara kára átnar á styrum. Já, en þú veist alveg gaman einhvern veginn að slaupi í kringum þá skilur en ég held að hendi mér betur að vera einhvern veginn aðeins niðar. Já. Aðeins niðar sko. Nokkra spurningar hérna frá hlustendum.
hvaða leikkerfi hentaði best sem leikmaður og af hverju? Ég held að sé leikkerfi það sem að 4-2-3-1 það sem að ég er vinstra megin og vinstri bakvörðurinn er sókndjarfur það sem að ég kem inn og hann kemur upp og síðan tengi ég með bæði þá leikmannum í hólinu og strækjurum. Já, vel svarað. Erum við að fara að henda okkur aftur á Radisson Edwardian til Manchester fyrir þátt 200? Hvað er þetta þáttunúmer? 177? Fljótt að líða maður. Já. Erum við að fara að kíkja til inn í Manchester þátt 200? Já, þið eru velkomin, þið vitið það sko. Er gott box í Votborg? Já, það er fínt sko. Já, það er svona veistla. Ég held að Var þessi frá hlustendum eða? Já, eða frá mér endur. Sendir þú sjálfur bara inn? Já, ég sendi sjálfur inn. Ertu að fara að spila 180 mínútur á móti Holland og England? Nei, ég ger ekki ráð fyrir því. Nei. Náttúrulega eins og við tölum ekki búin að vera að spila núna í 10 vikur eða eitthvað. Þannig að 180 mínútur held ég að sé ólíklegt og ég held að sé bara ekki neitt leikmaður sem er að fara að spila það. Ég held að muni svolítið bara dreifa álægin einhvern veginn en þetta eru skemmtilega leikir og þetta vil maður taka þátt í báðan leikjum. Ætlum við ekki líka að reyna að vera, ég ætla að Hjöru Hafliða að tala um það sko að englendingar er að taka þennan leik síðasta leikin sinn fyrir EM og þeir haldi þetta vera eitthvað gimme 5 stemming en ef við ekki bara vera harðir við það? Jú, bara, negla á niður sko bara. En ég held að ef við myndum meiða kannski, Bellingham eða eitthvað, það var geðveitt sko. Værum ekkert vinsæli sko en það var ekkert gaman að koma heim Nei, það er ekki spurning Þú líka býrði England sko. Ekki vel þegar ég móti mann það En ég held að sé ekki spurning, við þurfum að kera á þetta líka þannig að við þurfum að horfa á þetta sem leiki fyrir okkur að taka næsta skrif sem lið sko. Við sýndum alveg á móti Portugal að við getum alveg ennþá þó við séum ekki alveg búin að ná sömu hæðum við getum alveg staðið sem liðum Já, að sjálfsögðu, náttúrulega bara við vitum alveg að við erum litla Ísland og hvað þarf við þurfum varnarleik, við erum ekki að fara að vera í einhverjum tiki-taka bolta í kringu á Englendinga á Wembley það er mjög ólíklegt og það er kannski það sem að líka eins og móti Úkraínu þetta bara hvað sem að, ægin sem að hefur verið sem hefur komið okkur á þessi stórmót það hefur ekkert alltaf verið fallegt en þetta hefur virkað þannig að þegar við náum því að þá Já, ég ætlaði að spyrja það því hvað þurfum við að gera til að ná aftur sem 2016-2018 hæðum eða er það bara tímabil sem er búið kannski eða getur það? Nei, 100% getur við það og ég held að eins og ég var að segja þegar við náum að því við erum með það hæfileika ríka leikmenn fram á við og marga góða leikmenn að þegar við náðum einhvern veginn að taka þetta saman þetta þennan aga og þennan varnarleik sem hefur komið okkur áfram þegar við náðum að drilla það pluss sóknarleikin sem við erum með að það var ekki spurning að við að geta náð þess aftur Já, þannig að við getum alveg að fara á HM 26 Já, bókamál Geðveikt Er ekki Bandaríkjunum? Jú, þyrftum að kíkja þangað Það væri næs Skæin, 7. sæti af 12 liðum Hvernig líst þér á liðið í ár? Já, búin að ræða með þeim og svona Já, mikið af flottum leikmennum sko flottum ungum leikmennum að koma upp og reynslu miklu leikmennum eins og Árni Smára og Rúnar Már sem að koma heim núna ég held að við tökum því alveg so far sko en þeir eiga alveg líka samt eitthvað inni sko Já Þannig að það er alltaf gaman að fara og það er langt síðan ef þið síðast með í sko þannig að Er það að æfa í höllinni eða er það á vellinum? Já, á vellinum Það er langt síðan ég átti alvöru ár sko Ég var alveg til að sjá okkur eiga hörku Já, við þurfum að En ekki fyrsta ári bara halda sér í deildinni og svona Jú, en það er eins og Arnar segir það eru spennandi ungi leikmenn Já, Henrik Harðar Já, til dæmis Ingi Þór Sig líka Já Ingi Þór Sig, mér finnst hann heldur góður sko Þeir voru líka að komast áfram byggarnum mútið K.R. í gerð Er það ekki að spila núna as we speak? Já, hvernig staðan í þessu legur? Það var 1-1 síðastir vissi Hverju var að spila mútið bygg, hvað það tala um? Þetta var annar eða þriðja flokkur Það er 2-1 fyrir okkar mönnum Ía 2-1 eftir 33 mínútur fría Hver er búin að skora Ingi Sig? Þannig að Inga Sig Sjá, Henrik Harðarsson og Ingi Sig en ekki hverjir strákar Ég veit það, ég sagði hvað Í alvörunni, þú sagðir Henrik, ég sagði Ingi síðan kíkjum við Og ég sverða, við sem þetta ekki sko. og minn maður Steini með assist en ekki hvað laglegt Herri strákar, þá erum við bara komnir El Toro Ok og já, hvað láta ykkur félagana Arnór á móti mér Kappi, já Ég lofa, ég veit ekki hvað þú að spyrja sko Kemur ljós Já Það er ekki langt síðan, Birgir, ég er eiginlega launaðir óleikinn að þú lést mig keppa við
Viktor hérna í fyrstu deildinni á Englandi Ok. og við vorum ömulegir sko. Já. En ég ætla samt að leyfa ykkur að ráða hvort viljið efstu deild á Spáni eða efstu deild á Ítalíu. Fuck, ég ætla það alltaf að Championship. Ok, Ítalíu. já, hann spilaði þar sko. Já, ok. Já, við hefum báðir nefnt 4 lið og við hefum ekki getað meira á Spáni. Það Blackburn? Nei, á Spáni, já. Það Real. Ok. Það Real, já, við getum byrjað á því, það Real. Nei, ok, tökum Ítalíu. Þetta er ekki Ítalíu. Jú, tökum Ítalíu. Ok. Þetta er bara tímabili núna. Þetta er tímabili núna og Birkir má byrja. Tímabili núna sem að er að klárast, já. Ok, þá byrja ég bara á, tökum bara í töfluröð, það Inter. AC. Juve. Erum við í töfluröð? Fiorentina. Roma. Atalanta. Cagliari. Genoa. Sassuolo. Napoli. Það er eitthvað annað sko. Já, 17 lið eftir sko. Sko fokk, ég var í rytma sko. Út í Nesi. Rétt. Bologna. Þetta segir á móti sko. Já, ég veit það. Frosinone. Búm, vel Ég ætla að taka það sko. Lazio. Já. Ég held sem ég búið með Þeir eru múin að standa ykkur mjög Systurnar 7 held ég. Hvað eru mörg lið eftir? Það eru nokkuð lið eftir. Já. Monza. Það er bara hárrétt og hittir komin á Arnór. Núna er ég að frjósa skilur þú veist. Að frosna hvað sem að segir. Tími. Kalm. Fokk, ég það samt. Það er ekki búið að segja Juve. Jú, það kom fyrst. Nei, þú segir Inter fyrst. Jú, komið. Það kom Inter, AC og svo kom Juve. Okay. Komið röð. Ég er að kóksa sko. Það eru 10. 10 lið eftir. Nei. Já, ok. 10 lið. Hvað eru mörg lið eftir? Það er slatti sko. Það eru örugglega svona 10 eftir. Það er eitt stórt hérna, myndi ég segja. Það er eiginlega, við múum taka mörg minni og það vantar bara eitt stórt. Já. Vistu það? Já, ég veit, stóra liði, já. Tryggja það? Nei, hann á ekki. Nei, ég er Það er búið. slöknað á mér sko. Napoli. Já, Komið. Fuck, ok. Torino. Já, ok, ekki stók. Já, ok. Sko, okay, þið voru búinir með. Hvað vantaði? Tóku Inter, AC, Juve, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio, Fiorentina, var allt komið. Já. Napoli, Genoa, Monza. Nei, við klikkum eða tókstu Genoa? Ég tók það. Já, ok, Monza. Allt komið sko. Þannig að Frosinone, það var allt komið. Lecce vantaði. Áttu við ekki Hellas Verona inni? Jú. Udinese kom. Þetta var fín framstæð. Frosinone kom, Sassuolo kom. Þetta var hörkuvel gert hjá okkur. Hörkuvel. Góð leikur Arnór. Frábær framistæða. Það er greinlegt að þeir eru búin að vera að borða döðlunar ykkar. Stútfullar af játni, vítamini, steinefnum, bæta meltinguna og Mástu þeirra Arnór, þeir eru gíkt mútinn hans að segja, ég elska þessar döðlur. Þú varst nú með David Jones bara upp í skáp. Já. Og þú finnur það væntanlega ekkert bara út í búð. Í Englandi eða? Nei, ég flyttið inn sko. Síðan fekk ég líka sendingu eftir þáttinn sko. Það? Það fekk ég alveg verið sendingu frá David Jones sko. Velgi, hann er seigum okkar maður, hann er að púlsinn. Okkar maður sko. En svo er það málið með Subway. Þessum þeir að sesta, það er náttúrulega bara allt fest þarna, strákur. Allt fest og eins og þú er oft talað þú getur fengið þess mikið grammiti og vilt, kostar ekki neitt auka. Já, þú veist, sko, málið með Subway er að það brauðið er bakað fyrir því bara búm. Þetta er glænýtt brauð sem þú borðað. Þetta er ekki eitthvað 3 daga gamalt drast. Nei, nákvæmlega. En strákar, riddarspurningarnar, bóðið kemi. Ég sé það strax að það er eitthvað frá Jóni degi þarna og ég... Já, ok. Sleppum því bara fyrir mér næstu. Já. Þannig að sko, Arnór sleppur, en hann er með spurning á Arnór samt, sko. Ok. Fyrsta spurning. Johnny. Byrjum að kemi Wipeout og grillhreinserinn. Hann er frábær út í grillið. Virkar hratt og vel á innbrend og erfið óhreinindi. Nánar upplýsingar á vefsíðu kemi.is. Alveg rétt. Arnór, af hverju gengur betur hjá Leif með eldri konum? Vill hann láta leika með sig? Er það ástæðan? Spyr Jón Dagur.
Þessi maður fái að sko komast til líka. Já, ég verð þú að stróka þessi spurningu út sko. Bara eigið henni. Nei, ég held það sko. Ég held að þurfi ekkert til að þú veist aðeins einhvern veginn róa niður. Já, hann með svona fettis eitthvað reynsla sko. Skilur. Já. Hann leitið það, hann leitið reynsluna. Já. Spila betur með reynslu. Já, einmitt, já. Ok, vel svarað. Flott spurning frá JT. Gary Martin spyr þekkir eitthvað Gary Martin eða? Já, við hittum hann Kongo Ólafsvík, geggjaði þáttur bæði hvernig það, voruð þið saman á Skaganum? Nei, ég var bara krakki þegar hann var kongurinn á Skaganum sko. Já, hann segir what does he think of a full English Sunday roast? Jú, það náttúrulega, þú veist, þetta menning eða þú veist, þetta ekki menning, þetta venja, eða þú veist, þetta borðað á sunnundum, þetta mjög gott sko, þú veist, en hvað að tala ég búin að fá mér þetta einu sinni. Hvað að tala hvað á disknum hann? Þú veist, ég get ekki einu sinni útskipta fyrir þér, þú veist, ég skal bara googla þetta og sína þetta sko, þú veist. Þetta eitthvað svona, eitthvað steik með alls konar grammeti og ekki... Hann gerði líka sko 3 laughing emojis þegar hann sendi sem bendingu, Já, þú veist, það eru margir í liðinu sem fá sér þetta hverjum einasta degi sko, svo þetta eitthvað svona. Shit, þetta alvöru. Já, hlustendur googlið þetta. Þetta ekkert smá brest líka. Googla Sunday roast. Já. Búin að fá mér þetta einu sinni, allt í lagi, en veist, þetta ekki orðin venja hjá mér sko. Nei, sko það, ég verði að taka núna 2 í einu, því að Orri Rapt spyr, það má alveg fara í þaulan á svo flöskuborðsævintýri hans og Mbappé og þá segir Jón Dagur, hefur þið farið á flösku með Mbappé, svo get ég fengið söguna einu sinni enn. Þetta eitthvað mest sagða saga held ég bara Íslandssöguna þannig að ég segi bara nei, þið fáið söguna ekki eftir, ég getur hlustað á fyrir þátt. Hefur þið samt, sko, ef við tökum það aðeins áfram reyndur eitthvað að fá follow frá Mbappé gramminu eða eitthvað hann eða? Nei, í rauninni ekki sko, þú veist, ég sendi sko ég sendi Dembele mynd af okkur, mér og Mbappé, ég hefði þetta að seifa þá mynd. Já, þú hefði þurft að seifa hana. Já, af því hann grenja á hlátri. Ég ætla að sýna ykkur þetta hérna. Já. Sáu þið okkur? Hérna sendi ég vídeos og ég fekk 8 laughing emojis. Þannig að þetta var, nei, þú veist, jú, ég hefði alveg átt að gera betur sko, en ég var ekkert bara í sjokki sko. Ég var að googla þig fyrir þátt og það eins og grjóthörð mynda sem sést í Sigursson fyrir aftan og þetta hilsa Ronaldo fyrir Portugal-leikinn. Shit, hvað það hörð mynd. Já, geðveik mynd sko. Mér langar að spyrja það bara þarna úr fengina Miljónsson áður en hvaða svona top 3 leikmenn sem eru með á velli eru með mesta presence og bara þvílík gæði? Það er hann, Cristiano, Zlatan og sko náttúrulega Modric var með gali presence líka að því manna þegar við spilum við það í Moskvu fyrir leikinn að þá var hann nýbúin að vinna Ballon d'Or. Já, einmitt, já, hann var Ballon d'Or, já. Og þú veist, þá var bara svona, þú veist, en Mbappé líka, þú veist, þetta er einhvern veginn, þú veist, þetta eru bara súperstjörnur. Já. Og maður finnur það. Mættir þið Ronaldo bæði með Real og svo náttúrulega líka bara með landsliðinu, ekki það? Nei, Ronaldo var farin frá Real. Ronaldo var farin frá Real, já, auðvitað. Ok, ég meina þetta. Mér langar að bæta aðeins við þetta er þinn þáttur alltaf. Já, þegar Jónda var að spyrja út í flöskuborðið sko. Sáu þið Ásdísi Ránum daginn, henni að stela þrumunas Arnórs. Býtu, hvað var það? Hún var í viðtali, hún var að tala að hafa verið á flöskuborði með Kanye West. Já, það er endar því miður trompar Arnór. Já, það er svona óþarf ekki. Já, ég veitur ekki Arnór á gera lítið úr mér. Á hverju þetta gera lítið úr Arnór? Með kili sko. Það er svona kausi hann ekki. Já, einmitt, já, hann kausi rétt. Sko ég með eina óundibúna en hún er erfið en Arnór þarf að svara svona spot. Ég er klár. Top 5 in history bestu leikmenn sem hafa komið frá Skaganum. Wow. Mátt velja sjálf þig. Það var í nummer 1. Ok, nei, mátt ekki velja sjálf þig. Ok. Ég held að Siggi Jóns sé hana. Já. Ég ætla ekki að gera eitthvað eftir rauð. Ég ætla bara að finna okay. Siggi Jóns, Dotti Guðjóns. Hann var, ég held að hann spilaði í Bundes, La Liga og Prem. Jói Kalli verður að vera hana líka. Já. Hann spilaði náttúrulega í Prem.
Ég var að hjálpa mér að vera að sofa okkur sko. Þá það spurning með þriðja bróðurinn sko eða svo ertu með þig, það mátt ekki vera þig þú með Ísak Bergmann, þú með Björn Bergmann þú með Hákon Arnar, sorry, ertu ekki með eitthvað miklu fleiri þarna, það ekki? Jú, þetta endalaus listi sko, en það er spurning, þú veist Alltaf Arnar og Bjarki bræðinir sko Einmitt fyrir, já, shit Þetta er erfiður list En já, ég held að Siggi Jóns, Dóti Guðjóns og Sko að við tölum Jókalem Þú veist, erum við að tala hvað gerðið fyrir Skagan eða out of Skagin? Bara ferillin Náttúrulega Arnar og Bjarki spiluðu báðar Englandi sko Já Ekki bara henda bræðurinn minna Já Síðan náttúrulega, þú veist, eins og við tölum Hákon og Ísak náttúrulega ennþá ungir en þeir eru ennþá sjans Einmitt, já, það er rétt Örstuð að ég veit að Ísak Bergmann Grátlegt, já, Ísaki Bergmann Já, skelfilegt Shit, þetta var leðilegt Vá, maður fann bara til með honum og þeim sko Þarna Ég veit Ísak að hlusta á hana þátt Hvað ráðleikur hún að gera? Hún að vera áfram í FCK eða hvað hún að gera? Góða bara til Blackburn maður Já, það ekki Stemninguna Félagarnir í Blackburn, ekki verið það leðilegt Hún getur tekið upp 3.0 Getum maður samt svona, nú vitum við ekki neitt við Leifur en getum maður sagt í þjálfarana en að kaupa þennan gæða Já Og hlusta á þetta? Já, það fer eftir hvernig stuðu úr með henni í klúbunum sko Já En ég veit ekki hvort að þeir myndi hlusta mig núna sko Algjörlega, já bara, við vorum að ræða aðeins fyrir þátt þegar við tókum pásuna sko Já Já, heyrðu, tókum pásu og hvað gerist núna? Staðan er K.A.I.A og staðan er 3-2 og mörkin Hinrik Harðar með 2 heyrðu, það er 4-2 Hinrik Harðar með, nei, beti það Jú Segir mann Ingi sem er 2 og Hinrik 2 Þetta er eitthvað vill, já, ég held að sé Þetta er gott útvarp En þeir eru alltaf báða búin að setja Þetta er hérna Arnór Smára skora á víti Úslið.net bara með all lóðurinn okay. Ingi skoraði á Hinrik það 3-2 fyrir Skagamönnum 3-2 fyrir Skagamönnum Það er hálfleikur En við vorum að tala sko Arnór ætti bara Hey coach, þessi Ingi gæi Einmitt, en sko reyndar langum að spyrja Arnór einu þarna, hann er ennþá ungur eins og við tölum hann er bara 25 ára, big 25 sko við sjáum þess að bestu gæja sem er að bestu ferðlana þeir vilja ekkert enda hérna heima langa þeir að enda heima Ég hugsa ekki sko Nei. Ég hugsa að þannig fyrir náttúrulega líka rosa eftir hvernig ferðin þróast náttúrulega maður erfitt að segja í fótbolta, maður veit aldrei Nei. En eins og staðan er í dag þá hugsa ég mun ekki enda heima Nei Ef þú ættir að velja eina kósi del til að enda þetta hvað er það MLS, Saudi Það fara ekki eitthvað staðar í hita Já Þú veist það sem er gott við bara maður er honum gamall skilur Já Eitthvað ágætið samningur Hvort myndir þú frekar enda þetta á Íslandi eða í Norrköping þar sem þú ert the king Ég held Norrköping sko Já Þeir enda get ekki neitt núna Nei, þeir eru umlegir að tapa 3-0 ég bara as we speak sko Hefðu átt að ráða Arnar Gunnlaugs Hefðu átt að taka Arnar Gunnlaugs Já Ísak Bergmann sem var með svona 17 spurningar þegar við fengum hann fyrst og hann sendaði aðeins og seint inn núna fær hann þær hann fær nokkra núna Arnór Sig á Norrköping gerðugræsinu eða Arnór Sig á móti Real Bernabéu spyr Ísak Bergmann Bæði náttúrulega OG sko Við verðum að taka Real held ég Já Öll fjöllan var þar Já, alveg rúmlega sko það held að vera 17 manns eða Já hann var líka alveg að storka örlunum þetta hefði alveg getið farið sko 7-0 fyrir Real skilur. En versta við það samt fallegt þá að ég fór frí til Tenerife daginn eftir þú veist bara í hérna bara með nokko í töskunni og Já það málega Ég ætlaði að spyrja, kannski tóku það síðast en þú veist þegar maður lappar út af vellinum og veist þú búin að vera kóngurinn á móti Real sko hversu hátt uppi ertu og hvað þú hlýtur að fara bara að beinta okkur bendir eftir þetta Já málega ég var ekki byrjað að drekka Sittur um þetta Real Þú veist ef þetta hefði gæst í dag þá hefði þetta bara verið 3 vikur í Madrid Ég er ekki að fara neitt Ég er bara hér Alltaf svona fyrir utan æfingu að segja og Real En því við fórum í frí eftir þetta þú veist þetta var síðasta leikurinn okkur fyrir vetrarfrí í Rússlandi Einmitt og síðan þá fór ég bara með
strákunum í nokkuð ferð til TNM Já, þessi góð 2018 Arnór Norrköping eða 2002 Arnór Norrköping. Hvað er það Ísak líka? Já, þetta Ísak líka. Hann hrifinaður Norrköping. Já, hann náttúrulega Norrköping maður sjálfur. Já. Ég held að það hafi verið 2022 sko. Já, í Revenge mode. Revenge, einhvern veginn búin að þú veist bara, já eftir drullu erfiðan tíma á Ítalíu einhvern veginn finna bara gleðina sko. Rættum aðeins fyrir þetta, það var líklega besta músikasteki. Já, klálega. Hilmar Halldórsson, er hann í Entourage? Það er Hann spyr þetta er golfspurning, hann ég ætla að reyna orðan rétt 16 högg í bunker á 13. hólu GL, meistaramót. Viltu eitthvað ræða þetta frekar? Hvað þýðir þetta? Ég held að það hafi verið 13 ekki 16 Hvað þýðir þetta? Þetta er í raun bara þú veist ég fór í bunker í móti skiluru og tók þar 13 högg. Fyrstu 5 held ég var ég að reyna að koma upp úr og síðan voru restin bara reiði. Þannig að nei, við getum rætt þetta við Hilmar á eftir á Bryggjan Brugghús þegar við tökum leikin. Já, Bryggjan Brugghús, gott sjátt. Ég var að spila leinu bara fyrir nokkrum vikum og hætti eftir 12. Ég komst ekki svo langt sko. Já. Getur verið erfiður. Verið þið ekki að taka hringa? Jó, við erum að taka. Ég hitt ykkur á 19. Sko, Arnór Bjarki, hann spyr hvernig alltaf Katbræður og Arnór sig að kjósa. Arnór, vill gefa upp? Nei, ég held ekki. Ég held að ég fekk það mikið haturspóst einhvern veginn úr öllum áttum eftir síðasta þátt. Það sem ég svaraði ekki rétt eða valdi ekki rétt lið þannig að við bara taktist. Fólk getur bara senda á mig DMs eða Já, það fara. Vilt þú svaraði? Já, er ekki hérna. Ég ætla að gera það líka nefnilega. Við erum að vera hlustendur. Já, ég kaus að sjálfsögðu. Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég er hættu við. Já, ég ætla ekki heldur að gera það. Ég var samt bara ákveðið að gera það sko. Ég líka, ég bara, já. Ok, þessi er góð og hún er frá Bónus. Herru, Bónus maður, okkar menn, lang útýrasta verði. Við þurfum að græða Bónus til Englands. Já. Það var ekki eða einhvern að berjast fyrir lágvöruverðinu. Já. Hvað er besta lið sem við spila með og hvaða tímabil var það? Seska 2019. Já. Reyktuðu deildina það með það? Nei, senið reyktina. Já. En við vorum í öðru og við vorum í Champions League hérna. Einmitt. Og við vorum unreal góðir sko. Þetta var bara svona, þú veist, þetta er eina skipti sem að ég fengi þessa tilfinningu, þú veist, einhvern veginn, þú veist, við vorum semi-unplayable. Þegar geta mætt hvaða liði sem er. Já, einmitt. Það er heldur góð tilfinning. Ég kannski spurði áður, en Blackburn eða Seska samningunum, hvað er betri? Eða horfir, þú veist, þetta er náttúrulega öðris á Englandi mikið bónusgreiðslur og þú veist, svoleiðis, en Blackburn samningurinn ekki verri en Seska samningurinn. Sko, fyrir þá sem hafa ekki komið nálægt atvinnumennsku en spila Football Manager, bónusgreiðslur, er þetta bara þetta klassíska? Er þetta, hvernig liðinu gengur, mörk og assist? Þetta er í rauninni bara ef ég byrja, ef við vinnum, ef ég skora, ef ég legg upp. Nær maður að bæta launatjekka sem helling með þessu? Já. Góður mánuður inn á vellinum er bara alvöru partí sko. Einmitt, þannig að maður er alveg smá að taka á sig launalækkun þegar maður meðist. Eða þú veist, já. Þannig að Smótić var alveg duglegur að henda steik og grilli eftir á höstum. Já, ef hann var með gólbónus sem ég ætla að vona hann var með í samlinginu. Það er ekki allir með það sko. Ekki frammerar? Jú, frammerar er hann alltaf meira miðjumæður, eða þú veist, en spilaði fram í, þannig að þetta bara vona fyrir hans sönd. Djúlega það sávar eitt samt, að vera miðjumæður og ræðum svona inn. Hérna, heldur að, þú kannski veist ekki, en þú veist, eins og Blackburn, hvað er það stór, hvað kostar það liðið mikið aukalega ef þið myndir fara upp til dæmis? Er það bara 100% aukninga á launareikningum? Er bónusinn fyrir að fara upp fyrir Championship-lið? 100% bara. Það er rosalegt, já. Og það hefur verið ekki 100% launalækkun, en það hefur verið 50%. Já, það hefur fellur. Já. Þú hefði droppað hellingi launum með það falli. Já, ég hef bara verið bara í bónus. Og dælunni bara. Arnór hefur verið á dælun á bryggjunni, sko. Ég held svo betri í fótbolta en á kassanum í bónus. Já, ég hugsa það líka. Já. Tekur mér svona 20 mínútur að skanna í þessum sjálfskönnum hana. Finn aldrei stikamerkis. Já, en svo er það eitt sem er hringdulegur. Já. Vertu besti yfirmaðurinn fyrir skrifstofan og starfsfólkið.
settu saman pakkar og skrifstofan og starfsfólkið og heyrðu við hringdu og þeir græja besta dílinn fyrir Þeir eru snillíkar, þeir eru það Hringdu vilja vita, Arnór sko, nota ekki mörg skópur en ef þú þurftir að velja þér skópar hvert verður þitt uppáhalds? Sko, favorite er Nike og Dior gerir collab í Jordans Hvernig lúka er? Lýsið með þess fyrir okkur Þetta eru þessi klassísku Jordans lúki skilur, hvítir, gráir og síðan svona Dior, Nike eða Nike merki er svona í Dior munstrinu það er all time favorite sko. Nokkra eftir ánum förum í hraðaspurningar og bombum okkur á bryggjuna Notar þá? Eða... Nei, þeir eru bara upp á vegg Þeir voru það dýrir að ég þori ekki náða Sko þessi er frá hlustanda og hún er erfið, þú ræði hvernig tólkar hana hvernig tekstu á við álæði sem fylgið hefur atvinnumar í knattspyrnu? Já, það er góð Það er mjög góð spurning Sko álag að vera atvinnumar í knattspyrnu er meira andlegt en nokkuð tíma líkamlegt Þetta halda þér einhvern veginn að þetta sé bara, þú veist dansarósum og bara þú veist, allir sem maður tala við hættu þessu, þú ert no pening haldi kæftið, þú er rosa gott Já, en stundum, þú veist, ég man að það voru alveg tímabil einhvern veginn sem að þú getur tapa gleðinni svo ógeðslega fljótt þetta er svo stutt á milli í fótbolta og, þú veist, ég man einhvern veginn núna í bæði í Manchester núna þegar ég var meiddur að þú veist, þá einhvern veginn fer maður á kaffi og skilur það, þú veist, situr við hlýna fólki sem er einhvern veginn hlæjandi og þú veist, maður er svona smá, má ég vera þú bara í smá, skilur, má ég finna bara þú veist, það er svo mikið, þú veist, það er svo mikið spotlight og það er svo mikið þú veist, einhvern veginn allt í kringum, þú veist, fótboltan, þá er maður stundur svona ég væri bara til í núna eina viku bara kúpla mig út og vera bara þú hérna, þú veist, vera bara í 9-5 vinnu bara, skilur, þú veist, að því maður sér að þú veist, auðvitað er þetta best í heimi, þú veist, að vera fótboltamaður, þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er draumurinn, þú veist, að lifa drauminn, en það sem að fylgir þessu er eitthvað sem þú býst ekki við, skilur þú veist, allt í einu er maður og ég hugsaði oft, þú veist, þegar það koma svona dagar sem maður er down, einhvern veginn það er maður svona, herru, appreciate þú veist, það sem þú hefur og þá hugsa maður með vini og fjölskyldu, skilur þú veist, maður hugsa ekki peninga því, þú veist, það er það sem ég hef einhvern veginn lært á, þú veist, stuttum ferli so far að hvað er það sem skiptir máli sko. Já, það er líka áhugavert að þetta er bara frábær punktur hjá Arnóri en þú veist, það sem er líka sérstætt við fótboltamannin er að svo ertu bara 30-35 ára og þetta er allir bara búið og það er ekkert það er bara, tómarum og þú veist, þetta er eitthvað sem að þú hefur þá gert alla daga og allt í næstu 35 ára og þú það er búið að taka þetta af því, skilur en allt lífið framöndan einhvern veginn en það er samtalið líka beauty einhvern veginn því að held að ef þú gerir það rétt að þá ef þú ert komin í þannig stöðu að ekkert endilega þurfa þú veist á pening að halda þegar þú hættir að þú sést komin í þannig stöðu að þú er sérst sett að þá getur þú gert gott úr því sko. Ertu búin að ákveða hvað ætlar að gera að vera stór? Þegar ég verið stærri Þegar að ferillinu líkur? Nei, ég hugsa ekki sko, þú veist, eins og staðan er núna þá náttúrulega, þú veist, ég er það heppin einhvern veginn og með hjálp bara fólksins í kringum með umbóðsmanna að þá er ég komin í þenni stöðu bara fjárhagslega sjálfur og persónulega að ég er á frábærum stað þetta á frábærum stað og á ennþá alveg 10 vonandi rúmlega 10 ár eftir í fótbolta þannig að þú veist, bara njóta þess og síðan það sem gerist eftir, það verður eitthvað tengt fótbolta 100% en eitthvað golf og eitthvað svona líka Já, veistla, sko talandi Leifur að gera eitthvað sem verður stór Háskólanum Já, það verður allir að það verður 100% þess virði, taktu stökkið nú fer hver að vera senastur að skrá sig þetta er allavega síðastinn sem við erum að minna á þetta Já taktu stökkið og skráði Háskólanum þú munt aldrei sjá þetta ég lofa ykkur því Nei, ég held sko eitt með Háskólanum er það sko sama hvað þú gerir það tekur enginn af þér þú kannski ræðið í vinnu og þú tengir við þessa vinnu en svo bara hættir vinnu og þá varstu bara að vinna þessa vinnu en sko leið og klára gráðu þá áttu þessa gráðu alltaf þannig að það er ekki margir hlutir sem að þú vinnur þeirra inn og átt sem bara út ævina þannig að það er mælið með Háskólanámi Já, sko næsta spurning var frá hlustanda helstu áhugamál utan vallar hann nefndi gólfið, er eitthvað annað?
Ég spila piano. Við höfum farið yfir það í fyrirþættinum. Nei, ég held að sé mikið golf bara fjölskylda. Og já. Það sé. Hvað er nýjasta lag sem þú lærðir? Ég fór á Nýju líf hjá Bubba. Já. Og ég er búin að spila Bubba mikið á piano núna. Laglegt. Og sjátt á þetta Jónda, hann var að senda mér hann í Flúri. Hann er spenntur að sjá útkomuna sko. Já. Herru, talandi Flúr. Talandi alveg Flúr. Já. Þetta var rosalegt. Já. Sko, hvernig fólk eiginlega bara kíkja inn á Insta? Ertu með opið það? Já, ég er opið sko. Vakna maður bara eitt daginn eitthvað, ég ætla bara að flúra með allbæki. Nei. Þú veist, þetta er eitthvað sem ég er búin að hugsa lengi og þetta er eitthvað sem ég er búin að hugsa þú veist, hvað ætla ég að fá mig hvar lengi. Já. En síðan þú veist, þegar þú ert með tattúartist eins og Brynjar þá þú veist, er þetta að gera eitthvað svona, þetta er náttúrulega bara listaverk skilur og hann er náttúrulega bara geitin í leiknum sko. Já, þetta er alveg listaverk. Þetta er bara málverk Þetta er svakalegt. Við rættum þetta aðeins þema þáttanins. Sko, hvaða markmið með næstu 3-5 árin? Þú ert búin að tala um það, þú ætlar að halda þér áfram á Englandi og þú ætlar bara að bilda karriér þar, er það ekki það? Já. En að því sögðu þú, ef eitthvað spennandi býst annars þar, þú skoðar alveg, ekki? Já, að sjálfsögðu. En þú veist, að hafa komið inn til Englands þá sér maður hvað þetta er stórt og þú veist, það þyrfti þá að vera eitthvað mjög gott utan Englands til þess að maður myndi taka því, sko. Já. Erfiðasti leikur á ferlinum? Ég held að sko erfiðasti leikur bara er örgulega Ungverjaland úti. Já. Það var sárt. Já. Það var helviti sárt. Það var ekki beint farið á djamið eftir það sko. Nei, ég trúi því. Taldum að fara á djamið. Mér langar bara held ég rétt að minna á frumina. Allir að drífa sig í skoðun, sérstaklega þeir sem eru með eitthvað nálægt sexunni. Eða út í 5-unni hótt í brekkunni. Já, þá hótt í brekkunni. Þannig að frumiri það er okkar menn en ég ætla að segja hvernig ég ætla að kjósa en ég gerði það ekki. Hvernig segðu það bara? Nei, við erum fjölmjölamenn, ég get ekki gert það. Ég skal segja auðvitað getur við gert það. Fólk getur alveg svona gíska á það held ég. Já. Við fengum ekki kötu í þáttinn. Nei. Og ég kaus hennar keppinut. Já. Basically segir þetta. Ég ætla ekki að segja. Hvað ég leiður að segja ekki. Það verður að hafa það. Já, boring. Illa boring. Æðla boring guys. Keiri my lady. Herri, Arnór Sig, takk kærlega fyrir þáttinn. Takk sem leiðis. Bæti einhver við, Birgir? Nei, takk fyrir aðspendingar. Það er, vinnureglan er að eftir þriðja skiptið þá sleppur hann. Já, það er svoleiðis. Ok. Já, ég til í hraðaspurningar. Okay. Ég get verið í alltaf dag, sko, eða þið viljið, sko. 5 tíma þáttur. Við erum bara að bryggjuna. VIP-herbyggi, sko. Arnór Sig árita. Árita og halvtam sjó. Við hefðum alveg verið til í Blackburn Dreifur en alltaf. Ég nefndi það ekki við það. Það kemur næst, það ekki það? Já, við getum sótt þar eftir, sko, eða viljið. Já, þáttu 200. Já. Það er hittasettið, þú vildir hraðan. Hann vildi hitta. Við erum að útfyrir það endur það er unrýl hitti sko. Já, það er unrýl hitti. Við tókum píanóð, hvað laður þú að læra núna? Það er Bubbi. Kaffe eða te? Nei, ég ætla að spyrja. Sorry. Ok, þú ert búin að vera að skýta á þig heima fyrir. Þú ert búin að vera bara ekki neitt heima, ert ömurlegur í skapinu og okkar. Og Saga heitir hún ekki kærastæðin? Já. Þú færð 1 lag til að reyna að fá hann aftur á þitt band. Já. Hvað lag tekur? Það er kveðja með Bubba Mortens. Já, hún brotna bara niður. Ef hún bara færi ráta og einhvern veginn knúsa mig. Ástu mín, býta aðeins. Býtu. Ekki fara ríðast um núna, leið mig bara að taka lagið. Og málið er líka, þú veist, þið veitir hvernig kveðja lagið er, skiljur þú? Það er svona orgel, þú veist. Ég get stilt píano á þannig stillingu. Þannig að hún heldur basically að þetta sé Bubbi sem er bara shit, já, vel gert. Hvern kaustu sem forseta? Sama Birkir. Hvaða stokk sérst að vinna með? Mikið, marga. Helst það fyrirmynd í lífinu? Mamma og pappi. Real Madrid eða Barcelona? Real. Hvað ráð myndir ekki á ungum knattspyrnumönnum? Trúið á sjálfa þig og ekki bæli eina sekundu hvað það er að segja um þig. Mjög gott. Bæli Leverkusen eða Bayern München? München. Sér eftir í eldhúsinu?
sér réttur Frá bónus, en þú eldar sjálfur. Er það ekki bara rétturinn sem ég bauði ykkur upp á hann að reynt skýr og ber? Já, vá. Jú. Það fekk bara slegið munnið þegar maður sá hann. Sumar eða vetur? Sumar. Uppáhalds knattspyrnumæður í sögunni? Messi. Messi maður, ok. Já, gefum smá óvart. Já, ég gaf mér sér. Já. Ég bara með lúki. Þið verða hrókafellur, Já, þetta er svo hrókafellur að leiða. Búlan eða Subway? Vá. Já, sér við, ég veit. Þetta er eiginlega ómögulegt. Þessi er eiginlega bara ósengjart, sko. Það fer eftir, búlan fyrir djám, Subway eftir djám. Já. Maður sjá, hvað með hérna Blikar eða Valur? Ok, eitt lið í bestudeildinni, þú ert að fara bara, þú varst að fótbrotna og þarft að ná þér í gangi í bestu, mátt ekki spila mía. Ég er mikill Arnar Gunnlaugs maður, sko. Já, væksar. En síðan er líka fallegir hlutir að gerast í Val. Ég fíla alveg hvað er í gangi þar. Já, fasteignasalinn er að stækka og stækka. Fasteignasalinn er nóga pening. Já, einmitt, mjög fallegt. Káir og Ía hafa líka verið góð vinni sögulega, sko. Nefnilega ekki, sko. Ég meina bara alls ekki. En ég hugsa, Væksarnir, já. Var Bjarni Guðjóns að reyna að skora? Já. Við erum búin að fara yfir þetta í Bjarni. Er það málega? Nei. Hann segir ennþá að hann hef ekki reyna að skora, sko. Njá, þú veist. Hann er samt það skotheppinn að hann bara veit hvað er mark og hvað er. Já. En erum við ekki bara að henda okkar að Bryggjunni Böggús? Jú, það er komið að Bryggjunni. Jú. Takk kærlega fyrir þáttinn. Þegar þessi þáttur droppar, þá eru komið nýjan forseta og Sigurveri meistarinn. Já. Og Arnór Sigur tók af Wembley. Ef við fá korrekt skor frá okkur báðum. Já, Arnór Ég sagði 3-0. 3-0 fyrir Real. Ég ætla að segja að þetta fari mér langar að vera með eitthvað hot take, sko. Þetta fer 1-0 fyrir Dortmund. Já, ok. Það er bara að segja til að vera ekkert inn á móti. Já, ég held það líka. Já, þetta er 2-0 Real, kósi teppi. Arnór Sigur, takk hérlega fyrir komuna. Takk fyrir mig, bara ekki að koma. Takk.